Mannamótið í rauninni stærsti vettvangur íslenskrar ferðaþjónustu á hverju ári og þar koma í rauninni öll fyrirtækin á landsbyggðinni saman sem að hafa áhuga á til Reykjavíkur þá í þennan eina dag í rauninni og bjóða heim. Mannamótið í rauninni tækifæri okkar gesta til þess að fara hringinn í kringum landið á 2 eða 3 klukkutímum. Við finnum það að þessi vettvangur hann að skila því að við getum öll unnið þéttar saman, bara allt land og það svo mikilvægt. Við finnum það líka að fólk farið að skrá sig fyrir á alla þessa viðburði. Það eru fleiri að mæta sem við gefum til kynna að mikilvægið bara ótvírætt. Þetta orðið meiriháttar. Það alltaf að fjölga fyrirtækjum hjá öllum landslutum og bara nýsköpunin, þetta er allt bara þróast blásið út, bara þetta er svo frábært, þetta er svo frábært þróa. Það sem að vekur athygli hjá gestum held ég bara hvað það mikið í boði út á landi. Og maður einhvern veginn fíleflist svo þegar maður hittir fólk og það svona segir, vá, já, ég veist ekki að þetta verður til, þetta spennandi. Þannig að það eiginlega það sem einhvern veginn stendur alltaf upp úr. Það hvað fólk ótrúlega ánægt með það sem að gerast í ferðaþjónustu. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir bara öll fyrirtæki í ferðaþjónustu að taka þátt í svona viðburði eins og Mannamót eru og ekki síst bara fyrir fyrirtæki sem eru starfandi í Grindavík að láta vita að við erum svona í lélegri íslensku up and running. Við hlökkum til á næsta ári að efla enn frekar ferðaþjónustuvikuna og sjá enn fleiri koma, fræðast og efla samstarfið í íslenskri ferðaþjónustu.